Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst ætlum við að tala Mundó og kannski lífsstílsbreytingar og hugmyndafræði og hugsjónir. Ég held að það sé óhætt að segja það. Velkomin til mín. Jú, þakka þér kærlega. Jú, aldeilis hreint. Mundó svolítið mín lífssýn. Ferðaskrifstofa sem á að bjóða upp á lífsbreytandi ferðir og alla mína ferðir innihalda menntun, skemmtun, menning og þjálfun. En ég byrjaði á Mundó vegna þess að mig vantaði örugga alþjóðlega reynslu fyrir syni mína. Því að það er svo auðvelt fyrir okkur foreldra að veita börnunum okkar öryggi og hlúa rótum þeirra. En þegar kemur að því að ljá þeim vængi, þá verður okkur fótuskortur og við veljum að hafa þau bara heim í fanginu því að það er dót þarna, glæpi þarna, óöryggi þarna. Og þess vegna sem að ég ákvað að stofna sumarbúðir fyrir krakka, þar sem ég sendi þau í þorpið mitt, þar sem ég var skiptinemi, þar sem mamma mín spænska var bæjarstjóri, þar sem vinkona mín er aðstoðarskólameistari í menntaskólanum fyrir 14-18 ára krakka og fyrir bragði þá hef ég alltaf öruggar fjölskyldur fyrir börnin því það að senda börnin okkar til útlanda er nauðsynlegt. Við búum á pínulítilli eyju, það hefur minnkað mjög mikið kennsla í þriðja mál á Íslandi, svo mikið að við viljum að þau geti notað þriðja mál, þá verðum við að senda þau til útlanda. En þá skiptir líka máli hvað við gerum þar og hvernig við sendum þau. Og þess vegna fór ég af stað með sumarbúðirnar og ég með þau á leiðtoganámskeiði þar líka. Þannig að þau eru rifin upp með rótum, lenda hjá fjölskyldu sem þau þekki ekki. En til dæmis og sem þau senda 15 ára stelpu, þá myndi ég setja hann inn til fjölskyldu sem væri með spænska 15 ára stelpu. Þar með erum við komið lífvörð fyrir hennar allan tíman. Og þessi spænska 15 ára tekur líka þátt í sumarbúðunum, þannig að þeir fara saman á morgnana, nema bara þessi spænska fyrir ensku, þessi íslenska fyrir spænsku. Allir krakkarnir fara á leiðtoganámskeið og svo ég síðdegis, þá ég með skemmtidagskrá fyrir krakkana, skapandi smiðju, íþróttir og allskyns ferðir fyrir þau. En alla ferðirnar eru menntun sem eru líka skemmtun og skemmtun verður menntun. Það svolítið hugmyndafræði. Segð mér aðeins frá bakgrunni þínum og hvernig síðan það kom til að þú fórst yfirleitt út í ferðaskrifstofubransann. Já, ég auðvitað alin upp í ferðamennsku. Var alltaf í Sveitahúsafelli, mamma mín stofnaði með leiðsögumannafélagi þannig ég þekkti ekkert annað. En ég spænskufræðingur að mennt með doktorspróf í spænsku og kenndi spænsku í 25 ár. Bjó til spænska, íslensk-spænsku orðabókina, var í Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík. Svo tók ég MBA-gráðu og fattaði þá, loksins, tæplega fertugt að ég frumkvöll og lét vaða árið 2011 og stofnaði Mundó. Og það byrjaði svona utan syni mína, fyrst fóru þeir í sumarbúðir, svo fannst mér líka að þegar maður sendi börnin sín skiptinám þá verður það að vera alveg öruggt líka. Svo ég bjó til skiptinám á Spáni, Bandaríkjunum á Þýskalandi, löndum sem eru svona frekar nálægt okkur. Og þar passa ég að allir trúnaði menn séu á launum og með fáa nemendur og sinni þeim óskaplega vel. Og eru fleiri ferðir sem þú ert síðan? Já. Ég hef líka sérhæft mig í Jakobsvegi á Spáni. Ég skrifaði doktorsritgerðina mín hluta af stígnum en það að ganga Jakobsveg telja margir að sé hluta því að nálgast Guð. Þetta líka ferð náttúru, þetta ferð menningarsögu og listasögu Evrópu. Og ég hef farið með yfir 200 manns eftir Jakobsvegi undanfarin ár og við leiði til dæmis hópa fyrir konur 45 ára eldri. Á hverju ári fer ég með yndislegan hóp og ég með sjúkraþjálfara með og jógakennara og íþróttakennara og bráðslýsalækni og prest. Þannig að ég mjög vel mönnuð. Svo hjólum við Jakobsveginn og göngum hann. Við erum með Mont Blanc ferðir, göngum umhverfis Mont Blanc. Ég með ferðir til Perú, Ekvador, en ekki þessar klassísku heldur eru ferðirnar mínar alltaf þannig að við ferðumst innanfrá. Við ferðumst þannig að við erum með lokalfólkinu, við gistum heima hjá Indjánum og kynnumst landinu þannig innanfrá og þannig hef ég notað mín sambönd sem spænskufræðingur og búið til þannig ferðir. Og hefur þetta vakið athygli og lukku? Hvernig viðbrögðin að fá? Viðbrögðin eru þannig að krakkarnir fara fyrst í sumarbúðir hjá mér, svo fara þau í skiptinám, kúnnarnir fara fyrst á Jakobsveg, svo gangaður umhverfis Mont Blanc eða fara með mig til Perú, að fólk endurtekur hjá mér vegna þess að það vill innihaldsríkar ferðir, þar sem maður lærir leið. En hvernig þetta fyrir þig? Þetta auðvitað þannig að mér finnst ég aldrei verið í vinnunni, ég bara að leika mér. Því að þarna ég að nota menntunina mína, ástríðuna mína og hæfileika
Þannig að ég skammast mér stundu svolítið þegar allir eru að hvart yfir að fara í vinnu en ég bara að leika mér. Er það ekki eina leiðin til að vinna? Veistu, þetta er alveg dásamlegt að komast á þann stað að raungera sig á þann máta að maður nota verkfærin í lífinu. Þú skildir ætla að einhver menntun í spænsku bókmyndum og mállýsindum myndi ekki nýtast í þetta, en jú mikil ósköp. Þarna kemur hún til góða, þarna kemur til góða ég leiðsögumaður og jógakennari. Það einhvern veginn bara leggst þetta svo náttúrulega fram. Nákvæmlega. Gaman að fá að hitta þig og ég giska að þú sért með heimasíðuna mundo.is. Jú, mundo.is. Já. Alltaf hægt að ná í mig. Takk fyrir komuna. Takk fyrir kærlega. Takk. Og við höldum áfram eftir augnablik.